forritið sem að farið verður í núna er Padlet. Við skráum það hér inn í leitagluggann og þá opnast þessi síða. Bleiki dálkurinn hér fyrir miðju sýnir það ef ég ætla að skrá mig inn, sign up, en ef ég á þegar reikning þá fer ég hérna á login. Ég ætla að fara í sign up og skrá inn með Google. Og ég nota reikningin minn sem að ég á þar. Bleiki hnappurinn sem kemur hér því það ég ætla að búa til nýtt. Möguleikarnir sem opnast eru að búa til vegg sem að raðast eftir þeirra höfði. Ég geti haft í frjálsu stream þar sem allt raðast eftir beinni röð, grid þar sem þetta raðast til hliðar og eins og hilla shelf. Og það er gott að nota það ef að mikið efni á að koma inn á vegginn og það þarf að vera sett skipula og til dæmis ef margir að vinna í einu. Í þetta sinn verður valið að gera canvas sem er svona frjálst. Þá opnast þessi gluggi. Veljum titil hérna. Þetta er umfjöllunarefni dagsins. Þið sjáu hvernig upplýsingarnar birtast hér til hliðar. Og hægt er að velja útlit á vegginn. Það er rosa fallega myndir, það er einnig hægt að setja inn sína eigin myndir. Við veljum bara eitthvað svona einfalt form og þá sjáum við hvernig þema breytist. Förum tilbaka og þá er þetta að velja svona tákn sem að birtast á veggnum og í prófum að velja bara hús og þá sjáum við hvernig það birtist hér. Förum tilbaka og hægt er að velja hvort að hægt sé að setja inn komment eða gefa stjörnur eða eitthvað þannig fyrir póstana og svo heimilisfang á vegginn hérna undir adress. Og ef ég vel Akureyri þá mun slóðin mín enda á þessu hérna, á enda á Akureyri. Það getur verið gott ef maður er með marga veggi. Við förum á næsta og ég ætla að velja að hafa þetta alveg enga með lykilorði falið eða public. Síðan hvort að viðkomandi geti lesið vegginn, skrifað á vegginn, breytt veggnum eða haft stjórn á hann. Veljum núna að sá sem hefur aðgang geti skrifað á hann og við viljum ekki að hann geti búið hann til upp á nýtt. Þá er þetta stillingarnar og þá erum við komin í það að byrja. Hérna til hliðar er bleikur kross eða plus, það sem hægt er að velja. Maður getur valið um miða. Það er einnig hægt að tvísmella á vegginn og þá er maður komið með miða. Og ég ætla að byrja á því að setja mynd. Og til þess að setja inn mynd þá get ég ítt á plusin hérna. Og ég ætla að velja mynd sem að nú þegar er í tölvunum minni. Og ég fer inn á myndirnar og þar var ég búin að finna mynd af Akureyri á netinu. Forritið undirbýr myndina og spyrir mig hvort að ég sé samþykk því. Hún lítur svona út og ég er klálega samþykk því. Og þá birtist myndin svona á veggnum. Ég get stækkað miðana mína eins og ég vil
og minnka þá og bætt við. Þannig að ég bæti við öðrum og ég set inn íbúafjöldi og ég þyrfti þá sannlega að finna einhverju upplýsingar um það. Ég get einnig tekið upp, ef ég íti á upptökuna, að þá get ég fengið upptöku sem er inn í tölvunum minni. Þannig að ef ég á upptöku, að þá get ég sett hana hérna inn. Hvers konar skrá sem hægt er. Ég get sett inn PDF og myndir eða vídeo eða skrár eða skjöl. Ef ég skrifa texta, þegar textin er komin og ef ég fer yfir hann, þá get ég feitletraðan. Sjá hvað gerist þá. Og ég get svo raðað miðanum eins og mér sýnist og bætt við fleirum. Skólar. Ég get skipt lit á miðanum. Ef ég íti hérna á þessa 3 punkta, þá get ég valið að hafa þennan bláan til dæmis. Ef ég vil til dæmis búa til hugtakakort, að þá get ég tengt saman. Ef ég íti á þennan hérna, connect to post, þá get ég fest á. Þá er ég komið með nokkuð skonar tengingu saman hérna. Ef að ég vil síðan deila þessum upplýsingum eða vinna með einhverjum öðrum, þá er hérna sér hnappurinn og þá get ég valið það að deila honum sem QR-kóða, taka linkinn eða embedda linkinn, senda tölvupost, deila á Facebook eða Twitter. Það er einnig hægt að vista sem til dæmis PDF eða Excel-skjal eða prenta.